Bjarni Benediktsson hefur veitt Hval hf og 3 öðrum fyrirtækjum leyfi til hvalveiða til næstu 5 ára. Hann segir málið ekki pólitískt og ekki hafi þurft að ræða það í starfsstjórn. Ísraelsmenn hafa framið þjóðarmorð á Palestínumönnum á Gaza að mati mannréttindasamtakanna Amnesty International. Íbúar Palestínu hafi vísvitandi verið drepnir og sveltir. Ísraelsmenn segja Amnesty hvetja til hryðjuverka með því að gagnrýna hernaðinn á Gaza. Palestínsk stjórnvöld og Hamas-samtökin skora á alþjóðasamfélagið að bregðast við. Ríkisfjármál og efnahagsmál voru í brennidepli í stjórnarmyndunarviðræðum í dag. Það hægt að semja allt, segir varaformaður Flokks fólksins. Ungir lestrarhestar í Grundarfirði eru þreyttir á neikvæðri umræðu lestur barna. Á höfundakvöldi í bænum stýrðu krakkarnir sjálfir umræðunum og spurðu höfundana spjörunum úr. Gott kvöld. Bjarni Benediktsson, starfandi matvælaráðherra, hefur gefið út leyfi til hvalveiða til næstu 5 ára. Leyfilegt verður að veiða 200 langreyðar og álíka margar hrefnur á ári. Engar hvalveiðar voru á þessu ári, enda hafði Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir, þáverandi matvælaráðherra, gefið út leyfi til 1 árs eftir að hvalveiðitímabilið hefði átt að hefjast. Mikill styr stóðum veiðarnar milli Sjálfstæðisflokks og Vinstri grænna. Eftir að þingmenn VG yfirgáfu ríkisstjórnina í október tók Bjarni Benediktsson forsætisráðherra við embætti matvælaráðherra í starfsstjórn og leyfisveitingin því á hans könnu. Hvalur hf og 3 önnur fyrirtæki sóttu leyfi til hvalveiða. Bjarni segir málið hafa fengið eðlilega og lögbundna meðferð. Þar með talið farið til umsagnar eins og lög kveða á um. Nú hafi verið komin tími til að taka ákvörðun. Hefði ekki verið bara hreinlegra að leyfa nýrri ríkisstjórn og rétt eftir kosningar að taka þessi ákvörðun? Það er þannig í þessu máli að það gilda það lög og reglur. Þetta er ekki pólitísk ákvörðun eins og þú ert að gefa í skyn að ráðherra geti bara tekið einhverja ákvörðun þessi efni eins og mörg önnur mál sem varða leyfi til atvinnustarfsemi gilda lög og reglur í landinu. Bjarni bendir á að umboðsmaður Alþingis hafi gert athugasemd við málsmeðferð Svandísar Svavarsdóttur sem bannaði hvalveiðar með sólarhrings fyrirvara í fyrrasumar. Leyfið sem var veitt í dag er til 5 ára. Leyfilegur fjöldi veittra dýra byggir á veiðiráðgjöf Hafrannsóknastofnunar, en stofnunin leggur til að ekki verði veittar fleiri en 209 langreyðar á ári og 217 hrefnur. Leyfisveitingin var ekki rædd í ríkisstjórn. Það er engin meirihlutastjórn að störfum en málið verður kynnt í ríkisstjórn á morgun. Þannig að þú eru ræddir þetta ekki við samráð þegar allra síðustu dögum? Nei, en það er engin ástæða til þess heldur. Jón Gunnarsson, fráfarandi þingmaður Sjálfstæðisflokksins, var á dögunum skipaður aðstoðarmaður Bjarna í matvælaráðuneytinu. Í leynilegri upptöku sem fjölmiðillinn Heimildin greindi frá á dögunum fullyrti sonur Jóns að faðir hans hefði samþykkt að taka sæti á lista Sjálfstæðisflokksins í nýjastöðnum kosningum gegn því að komast í aðstöðu til að veita Hval hf veiðileyfi. Jón þvertók fyrir þetta. Að koma hans að þessu máli, hver var hún? Jón hefur ekki haft neina aðkoma að þessu máli. Amnesty sakar Ísraelsmenn að fara með Palestínumenn á Gaza eins og skepnur sem eigi mannréttindi ekki skilið. Í skýrslu samtakana sem kom út í dag eru Ísraelsmenn sakaðir þjóðarmorð á Gaza. Við vörum við myndum í þessari frétt. Palestinians have been bombed, starved, repeatedly displaced. Israel's actions have wiped out entire multi-generational families. They have destroyed Palestinian homes and livelihood. Amnesty fer hörðum orðum gjörðir Ísraelsmanna í þessari nýju skýrslu sem ber heitið Manni líður eins og maður sé ekki manneskja. Í skýrslunni kemst Amnesty í fyrsta sinna þeirri niðurstöðu að þjóðarmorð eða hópmorð hafi verið framið í stríði. Amnesty fjallar fyrst beinar árásir og tekur 15 slíkar sem sérstakt dæmi sem séu hluti af mynstri. Þær hafi átt að valda miklum skaða og dauða óbreyttra borgara. Þetta er rökstutt með því víðtæka tjóni sem vopnunum ætlað að valda, tímasetningu og staðsetningu árásana og að 14 af 15 árásunum voru gerðar án viðvörunar. Framkvæmdastjóri Íslandsdeildar Amnesty segir ekki skipta máli hvort Ísraelsmenn telji þetta nauðsynlegt hernaðarlega eða beri enga virðingu fyrir lífi Palestínumanna. Þá er það bæði skilgreint sem hópmorð því að þeir gera sig grein fyrir skaðanum, vita af honum og fagna honum.
Þá hafa Ísraelsmenn þvingað Palestínumenn í aðstæður sem smátt og smátt drægi þá til dauða. Það sé gert bæði með því að skemma nauðsynlega innviði eins og raflínur og vatnsból og hindra að neyðaraðstóð berist til Gaza. Eldsneyti var takmarkað, þannig að og fleiri orkugjafar takmarkað, þannig að sjúkrahús áttu erfitt með að sinna sinni starfsemi og lífsbjargandi aðstoð var heft. Í skýrslunni eru tiltekin ýmis ummæli ísraelska embættismanna sem Amnesty segir gefa til kynna hvatningu og ásetningum þjóðarmorð. Ísak Herzog, forseti Ísraels, sagði á blaðamannafundi 12. október. Það ber heil þjóð ábyrgð. Orðræðan að óbreyttir borgarar viti ekki eða eigi ekki hlut að máli er ósönn. Yoav Gallant, þáverandi varnarmálaráðherra Ísraels, ræddi strax að loka fyrir vatn, rafmagn og matvælaaðstoð. Við eigum í höggi við dýr í mannsmynd og bregðumst við í samræmi við það. Ísraelskir hermenn tóku upp þessa orðræðu. Einn þeirra sagði í færslu á X: "Ég fór að heiman og kem ekki aftur fyrir sigur hefur unnist. Við þekkjum slagorð okkar. Það er engin óbreyttur borgari sem tekur ekki þátt." Afstaða Amnesty er að alþjóðasamfélagið verði að bregðast við þessu, en þar hafa viðbrögðin verið misjöfn. Þessi skýrsla er tímamótaskýrsla og við vonum virkilega að hún hafi áhrif á þessi ríki sem hafa staðið þétt við bakið á Ísrael. Anna kallar eftir að þessi ríki, til að mynda Bandaríkin, Bretland og ríki Evrópusambandsins, beiti sér fyrir að Ísraelsmenn hætti að brjóta alþjóðalög. Lítið hefur farið fyrir slíkum viðbrögðum í dag. Antony Blinken, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, hitti ísraelskan starfsbróður sinn Gideon Sar á fundi Öryggis- og samvinnustofnunar Evrópu á Möltu í dag. Þar var aðalega rætt lausn gísla Hamas á Gaza. Blinken hefur ekkert tjáð sig skýrsluna. Það hafa stjórnvöld í Ísrael aftur á móti gert. Amnesty has a documented history of framing Israel as fundamentally illegitimate. For Amnesty, Israel was born guilty in 1948 and have been guilty ever since. Hann segir tæp 12.000 tonn af neyðaraðstoð hafa farið til Gaza og fleiri búið þar nú en áður en stríðið hófst. Amnesty encourage terror tactics by actively attacking Israel for defending itself. Amnesty incentivize terror groups to murder their own people. Palestínsk stjórnvöld og Hamas-samtökin hafa fagnað skýrslunni og hvetja alþjóðasamfélagið til að grípa til aðgerða. Og nú rétt fyrir fréttir sagði talsmaður bandaríska utanríkisráðuneytisins að ráðuneytið sé ósammála niðurstöðu Amnesty og teldu ásakanir þjóðarmorð ekki á rökum reistar. Og velkomin Þórdís Kolbrún, hvernig blasa þessa niðurstöðu við íslenskum stjórnvöldum? Er eitthvað þarna sem kemur á óvart? Já, þessi skýrsla er auðvitað mjög harðorð og alvarleg. Í heildina það sem verið er að kalla eftir eru hlutir eins og vopnahlé sem við höfum sannarlega gert, að Ísraelsmenn fylgi þeim niðurstöðum sem hafa þó borist, hvort sem það eru bráðabæru niðurstöður eða aðrar niðurstöður frá alþjóðakerfinu sem við höfum líka gert. Þarna er talað að mannúðarlög hafi verið brotin sem við höfum líka sagt að sé staðan. Það að hindra mannúðaraðstoð inn á svæði þar sem almennir borgarar er brot á alþjóðalögum, alveg sama hvað aðstæður eru uppi. Og ég er sammála Önnu framkvæmdastjóra Amnesty á Íslandi að þessi stóru ríki sem hafa mjög mikið það að segja að pressa á rétta staði og reyna að ýta málum áfram. Ábyrgð þeirra er mikil, hvort sem það eru Bandaríkin, Bretland eða eins og hún nefndi Evrópusambandið. Nú er Evrópusambandið margklofið í þessu máli og virðist ekki geta komið með neina svona alvöru línur í því. Þannig að við höfum notað okkar kanala til þess að koma þessu áleiðis. Við höfum sömuleiðis tæplega tvöfaldað mannúðaraðstoð frá því að hryðjuverka árás Hamas var 7. október og það sem hefur gerst eftir það. Og þegar þú horfir á þetta og hlustar, þá situr þetta bara eftir spurningi hvað sjá menn fyrir sér? Hvernig eigi að stöðva það? Þannig að, og svo ertu komið þessa útbreiddari, bara mikla hættu á útbreiddari átökum sem að geta haft gríðarleg áhrif en þarna ertu með samkvæmt þessum tölum tæplega 50.000 eða 45.000 sem vitað látið fólk fyrir utan allt annað. Einmitt. Nú er þetta í fyrsta sinn sem Amnesty skilgreinir þjóðarmorð í stríði sem enn er í gangi. Þú nefnir alls konar hluti sem íslensk stjórnvöld hafa gert og vakið máls á. Erum við búin að gera nóg? Getum við gert eitthvað meira? Sko það sem við getum gert er að auka enn frekar í mannúðaraðstoð og það er þörf á því.
Það sem við getum gert að vera, ég meina við erum hluti þegar verið að ræða ákvarðanatöku, ályktanir, pressa á ísraelsk stjórnvöld og svo framvegis. Við erum bara almennt hluti af því. Pressa núna hjá svona þjóðum til að mynda að viðurkenna Palestínu sem sjálfstætt ríki sem við erum auðvitað löngu búin að gera. Þannig að það sem við getum gert, höfum við gert og við notum hvert tækifæri til að koma þessum skilaboðum áfram og það kalla eftir því líka að gera það gagnvart ísraelskum stjórnvöldum sem við höfum sannarlega gert. Ég verð eiginlega að fá að spyrja þig lokin og skipta þessu kúrs og spyrja út í ákvörðun formanns Sjálfstæðisflokksins að heimila hvalveiðar til næstu 5 ára. Þetta auðvitað ákvörðun sem hefur með að gera alþjóðasviðið. Bar þessa ákvörðun undir þig? Ég gerði ráð fyrir því með skýra löggjöf sem í gildi að ef Hafrannsóknastofnun myndi gefa út ráðgefandi álit að leyfa hvalveiðar og byggir á sjálfbærum veiðum að þá myndi starfandi matvælaráðherra fallast á það. Nákvæmlega hvenær eða á hvaða tímapunkti það gert, þú veist, það auðvitað hægt að ræða það en það líka álit umboðsmanns að það megi ekki sitja á slíkum ákvörðunum þegar öll gögn eru komin og málið tilbúið til ákvörðunar. Þú ert sátt við ákvörðunina? Það er ekki hægt að taka aðra ákvörðun en að gefa út leyfi þegar að löggjöfin eins og hún og álit Hafrannsóknastofnunar þetta sem ráðgefandi og við fylgjum í öllum veiðum. Hvort sem það hefur gert í dag eða eftir viku eða eftir 4 vikur og þá liggur það fyrir að leyfið gefið út. Kærar þakkir fyrir komuna, Þórdís Kolbrún. Forystufólk Samfylkingarinnar, Viðreisnar og Flokks fólksins hélt viðræðum myndum nýrra ríkisstjórnar áfram í dag. Og María Sigrún Hilmarsdóttir í skrifstofuhúsi Alþingis þar sem fundarhöld dagsins hafa verið. Já, stjórnarmyndunarviðræðurnar héldu áfram hérna í dag upp á 5. hæðinni í smiðju fundarherbergi sem heitir Arnarfell og þaðan mjög fallegt útsýni yfir Kvosina. Í morgun komu hérna embættismenn frá fjármálaráðuneytinu og sennilegast til þess að ræða hvaða svigrúm í ríkisfjármálum til að samþætta stefnu Samfylkingar, Viðreisnar og Flokks fólksins í þeim málaflokki. Nú við fengum svo að mynda þegar formenninni komu aftur saman til fundar eftir hádegisli upp á klukkan 2 í dag. Þær vildu nú lítið segja við okkur en sögðu þó að viðræðurnar gengu vel og fókusin í dag væri fyrst og fremst að reyna að finna samhljóm í efnahagsmálum. Við skulum heyra hvað þær sögðu þá. Góðan daginn, getið þið sagt okkur aðeins hvernig gengur? Það gengur bara vel. Við erum að fara yfir ríkisfjármálin og stöðu efnahagsmála og bara vinna okkur aðeins út frá því, þannig að það er bara staðan núna. Og hvað það svona sem það að reyna á þessu saman áður en lengra? Já, við erum bara alla saman. Það alveg sem að hvert litið Núna það ríkisfjármálin, þau skipta ansi mikið máli hjá okkur. Það stórfundur núna, það mikilvæg málefni sem við erum að fara að tala núna. Og hvernig svo dagskráin á morgun? Hún bara fín. Sama? Það bara samtölin halda áfram á morgun. Getið þið gefið okkur viðtal eftir hann fund núna? Ég hugsa að verði einhver vit að bæta þessum tímapunkti. Við erum bara að vinna okkur í gegnum þetta, þannig að við vinnum bara jafnt og þétt. Við heyrumst kannski á morgun bara. Hverjir eru það sem koma með ykkur núna hérna á fundinum? Þetta eru varaformenn og aðstofamenn. Nú við fengum ekki upplýsingar það hvort að fleiri utanaðkomandi hefur verið kallaðir til skrafs og ráðagerða með flokksformönnum eftir hádegi í dag en þau fundu til klukkan 5 og síðan búið að ákveða að halda fundarhöldunum áfram í fyrramálið. Það ekki búið að ákveða hvar og hvenar fundirnir hefjast en síðan einnig búið að setja á dagskrá þingflokksfundi síðdegis á morgun. En við náðum tali af Hönnu Katrínu Friðriksson, hún þingflokksformaður Viðreisnar og svo heyrðum við líka í Guðmundi Inga Kristinssyni, hann varaformaður Flokks fólksins. Við vitum óskup lítið ennþá, en að samtali gengur vel og við verðum nú reynda með þingflokksfund á morgun þar sem við fáum kannski einhverjar upplýsingar en svona bara staðan, þetta náttúrulega bara upp af skrifunum en þetta lofa bara ágætu. Þannig við erum líka bara að hrista hópinn saman og svona fara yfir hlutina og eitthvað fáum við nú vonandi að heyra á gangi mála. Veistu hvort eitthvað sé farið að ræða skiptingu ráðuneyta? Ég veit það ekki, en ef ég á að vera alveg hreinskilin þá þykir mér ólíklegt að það sé komið á það stig svo snemma. Ég hef ekkert verið kallaður inn í morgun, enda bara fyrsta stig umræðina núna en ég er vel upplýstur og þannig að þetta allt bara í góðum málum og góðu gengi. Við erum unnið saman í 7 ár við stjórnarandstöðunni og komið vel saman, þannig að ég sé ekki annað en við hefum að geta gert góða hluti. En það eru mjög ólíkar áherslur, sérstaklega í efnahagsmálum, milli þess að 3 flokka. Hvernig náðu þið að ná einhverjum samhljómi þar? Það bara verkefni, eins og með allt. Ég meina það hægt að semja alla hluti og vonandi getum við gengið frá þannig samningum að allir verða ánægðir.
Já, við fjölmiðlamenn erum hérna á jarðhæðinni í smiðjunni en svo kom fram á þá voru fundirnir haldnir á 5. hæðinni hérna uppi og fundarmenn geta komist sem sagt úr því herbergi og niður í bílakjallarann með lyftu á þess að við verðum þess svör. En við fengum þau svör frá honum Ólafi Kjaran Árnasyni en hann aðstofamaður Kristrúnar Frostadóttur. Hann gaf það út eftir hádegi í dag að flokksformennir myndi ekki tjá sig gang viðræðna fyrir á morgun. En þau sem við rættum við í dag, þau sögðu að viðræðnar væru ekki komnar á þann stað að menn væru farnir að ræða skiptingu ráðuneyta eða hver kemur til með að setjast í hvaða ráðherrastól. Þá eru líka uppi vangaveltur það hvort að flokkur fólksins hafi þann infrastruktúr sem að ríkisstjórnarflokkur þarf að hafa. Þá eru menn líka veltaði fyrir sér hvort að hver verði forsætisráðherra í þessari ríkisstjórn sem mögulega er að fæðast hér. Það er ekkert endilega víst að það verði Kristrún Frostadóttir þó að hún hafi fengið umboðið til stjórnarmyndunar að þessu sinni. En þetta á allt eftir að koma í ljós. En það er mikil jólastemming hér í smiðju. Hér starfsfólk allt í jólapeysum og þau eru að halda sín litlu hjól hér í sal við hliðina okkur. En við segjum þetta gott hérna í bili. Takk fyrir það, María Sigrún Hilmarsdóttir. Við höldum okkur í pólitíkinni en fyrir útlanda. Michel Barnier, fráfarandi forsætisráðherra Frakklands, baðst í morgun lausnar á fundi með Emmanuel Macron, forseta landsins. Það gerði Barnier eftir að vantrauststillaga var samþykkt á hendur honum á franska þinginu í gær. Þar með lauk 3 mánaða valdatíð minnihlutastjórnar Barniers sem mynduð var eftir að aðrar stjórnarmyndunarviðræður gengu ekki eftir kosningarnar í sumar. Og Macron flytur þessa stundina þjóð sinni ávarp. Við segjum nánar frá því á RÚV.is síðar í kvöld. En talsvert hefur verið þrýst á forsetann að reyna að stuðla að starfhæfri ríkisstjórn. Pas vraiment faire confiance au président de la République pour trouver les solutions du pays pérennes. Non, il faut trouver quelqu'un qui sera capable de construire une majorité. Et j'avoue que je vois pas bien. Meðferðagangur var opnaður á Litla-Hrauni í dag. Fangar geta á ný sótt að afplána fjarri öðrum föngum sem margir neita fíkniefna. Hér er pláss fyrir 9 einstaklinga og þetta er bara svona hefðbundin áfengis- og vímuefna meðferð. Hún er valkvæð, það er að segja strákarnir sem koma hérna á ganginn sækja bara að koma. 4 eru þegar fluttir inn en úrræðið hefur verið lokað í hálft ár vegna framkvæmda við fangelsið. Kröfurnar eru að vera allsgáður og taka þátt í allri meðferðarvinnu. Kynning var á staðnum í dag. Já, hér er herbyggi, bara svona hefðbundið herbyggi, þau eru öll eins á þessum gangi. Viðkomandi býr hér, en það er rýmri opnunartími á meðferðarganginum. Mönnum er sýnt bara meira traust sem eru hér. Nokkur vímuefnaneysla er á Litla-Hrauni og nokkuð flókið að halda út í meðferð fyrir fanga sem vilja vera edrú eins og aðstaðan er við fangelsið nú. Það er útivistir hérna 2 á dag sem að allur hópurinn má fara út í og við erum með hópa einstaklingar sem er að reyna að vera edrú og meðan aðrir eru í neyslu. Búist er við að eftirsótt verði að komast á ganginn. Þar munu fangar halda eins konar heimili saman, elda, þrífa og vinna í sínum bata. Hérna verður svona samfélag, jákvætt samfélag sem eru allir að vinna að því sama markmið að vera edrú og endurhæfingu. Dvöl á meðferðarganginum og þáttaka í meðferðarstarfinu greiðir götu fanga fyrr í endurhæfingu, opið fangelsi og aðra minna þvingandi refsingu. Guðmundur Ingi segir mikilvægt að þarna verði ráðgjafar til að styrkja fjölskyldutengsl fanga, sérstaklega við börn sín. Hérna koma jafningjar, afstöðu og fagfólk til að hafa meiri áhrif og veita stuðning og ráðgjöf. Grunnskólakrakkar í Grundarfirði héldu pallborðsumræður með höfundum nýútkominna bóka í gær. Þau segist þreytt á neikvæðri umræðu lestur barna og ekki vanti upp á lestur í Grundarfirði. Við erum að fara að spyrja höfundinn af bækum eins og þessa. Bara spurningar bókina og bara lífið. Bara hvort hún er lengi að gera bókina og bara hvernig hún fann nöfnin og hvað. Hvernig hún fekk innblástur af svona kærustupara dóti. Höfundarnir lásu upp úr verkum sínum og svo fengu hinnir ungu lesendur að svala fróðleiksþorstanum. Einn hvatinn að höfundakvöldinu var sá að börnin í Grundarfirði voru orðin þreytt á neikvæðri umræðu PISA-kannanir og lestur barna. Mér finnst þetta bara eiginlega hræðilegt. Mér finnst það sé mjög mikilvægt fyrir börn að lesa og líka fyrir fullorðna að lesa fyrir börnin sín meðan þau eru lítil og svona. En þessi skólar er allan mjög duglegir að lesa. Vandamál er ekki hér í Grundarfirði? Nei, svo sannarlega ekki. Finnst þér gaman að lesa? Ég er skemmtilegt.
Viltu segja mér aðeins frá bókinni sem að þú last, hvað hún heitir og svona? Hún heitir Bannað að vekja grill og hún var mjög skemmtileg. Jólasveina og einhvað í endunum þá voru einhvað að vekja grillu. Lest þú mikið? Já, ég les aldrei mikið. Hver minnasta dag? Ég lærði frekar hratt held ég að lesa og lest aldrei hratt líka. Krakkarnir voru sammála að höfundakvöldið væri líklegt til að hvetja þau til að leggjast í frekari lestur. Nei, ég lesi þetta ekki mikið en síðan las ég þessa bók og hún var mjög spennandi og mér langar að lesa fleiri bækur. Já, getur verið að ég fara að finna einhverjar aðra bækur aðra höfunda og lesa þær. Guðrún Sóley, hvað ætlið að bjóða okkur upp á í Kastljósi kvöldsins? Við ætlum að fjalla hálkuslys sem eru ömurlega algeng á þessum tíma árs. Bara í gær voru framkvæmdar 13 bráðaaðgerðir á Landspítalanum vegna þeirra. Þetta ætla ég að ræða við Hjört F. Hjartarson sem forstuðulæknir skurðlækninga á Landspítalanum og Guðrúnu Hálfdánadóttur sem lenti í slæmu hálkuslysi fyrr á árinu. Og svo ætlum við að ræða annað samfélagsmein, einmannaleikann og hvaða áhrif hann getur haft. En við ætlum að slúta þessu á léttum nótum og ræða fjölskyldu leikritið Nærbuxurnar í Hamraborg. Mjög svo mikið því. Takk fyrir þetta, Guðrún Sóley. Og þá að veðri. Það hefur verið afar hvasst á köflum austanlands í dag en þó hvergi eins og í Hamarsfirði þar sem meðalvindur mældist í kringum 30 metra á sekúndu í nokkrar klukkustundir og með vindhviður nærri 50 metrum á sekúndu. Gul hvassviðisviðvörun hefur verið í gildi fyrir suðaustanland og Austfirði í dag en mestu ofsinn nú yfirstaðinn. Það Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur sem fer yfir horfur næstu daga að loknum íþróttafréttum sem Almar Ormarsson sér í kvöld. Keppni í milliriðlum á EM kvenna í handbolta hófst í dag. Svíþjóð mátti ekki við því að misstiga sig gegn Pólandi. Real Madrid fékk tækifæri til að saxa á forskot Barcelona í spænsku karladeildinni í fótbolta. Liðið heimsótti Athletic Bilbao sem vill taka þátt í topbaráttunni. Og japanska sumo-glímusambandið verður 100 ára á næsta ári og ætlar að því tilefni að halda stórt mót í London. Skulum við fara yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Bjarni Benediktsson hefur veitt Hval HF og 3 öðrum fyrirtækjum leyfi til hvalveiða til næstu 5 ára. Hann segir málið ekki pólitískt og ekki hafi þurft að ræða það í starfsstjórn. Ísraelsmenn hafa framið þjóðarmorð á Palestínumönnum á Gaza að mati mannréttindasamtakanna Amnesty International. Íbúar Palestínu hafi vísvitandi verið drepnir og sveltir. Ísraelsmenn segja Amnesty hvetja til hryðjuverka með því að gagnrýna hernaðinn á Gaza. Palestínsk stjórnvöld og Hamas-samtökin skora á alþjóðasamfélagið að bregðast við. Ríkisfjármál og efnahagsmál voru í brennidepli í stjórnarmyndunarviðræðum í dag. Það er hægt að semja allt, segir varaformaður Flokks fólksins. Þessi fréttatíma er að ljúka og komið að íþróttum, veðri og kastljósi. Næstu fréttir í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttirnar má að vanda alltaf finna á RÚV.is. Svo minnum við á að það má alltaf senda okkur ábendingar af fréttum og öðru á netfangi okkar fréttir hjá RÚV.is. En við segjum þetta gott að sinni, verið sæl. Á RÚV í kvöld. Matarmenning, fróðlegir danskir þættir þar sem þáttastjörnendur rannsaka matinn sem við borðum daglega. Skyggnst inn í einhverfuhuga. Heimildaþætti frá BBC þar sem Chris Packham fær fólk á einhverfurófi til að sýna hvernig hugur þess virkar og aðstoðar það við að tengjast fjölskyldu sinni og vinum á nýjan hátt. Hamingjudalur, verðlaunuð bresk spennuþáttaröð líf og störf lögreglukonunnar Catherine Kaywood.